Jæja, núna var ég óheppinn. Ég sló hérna fyrsta höggið mitt á fyrstu og það var kannski ekkert spes högg, en ég var ekkert smá óheppinn að fara hérna inn í grjótgarðinn og boltinn liggur hérna á milli tveggja steina og ég bara sé ekki fyrir mér að ég geti slegið hann á nokkurn heilbrigðan hátt fyrir hvorki mig né kylfurnar mínar. Þannig að þá er það eina í stöðunni, ef maður getur ekki slegið boltann sinn, að þá er það að taka víti. Þannig að núna sló ég fyrsta höggið mitt og næsta högg sem ég slæ, að ég mun þurfa að taka víti áður en að ég slæ hann aftur. Til þess að leysa mig úr þessum aðstæðum, að þá er ég með 3 valkosti til þess að taka víti. Ég get tekið bara venjulegt víti, þess að 2 kylfulengdir í hvaða átt sem er. Ég get farið beint aftur frá stönginni, þannig að þannig er ég að slá hingað. Ég get alltaf farið bara beina línu aftur eins og langt og ég vil. Alveg eins og á teiknum, ég veit nú ekki alveg af hverju maður ætti að fara eitthvað ótrúlega langt aftur frá skotmarkinu þegar að ég get verið nærði, en það getur verið eitthvað aðstæður sem að kalla til þess. Eða ég get alltaf farið og endurtekið síðasta högg sem ég sló með einu höggi víti. Þannig alveg sama hvað ég vel mér hérna, að ef ég sló fyrsta hingað, þá myndi vítishöggið vera númer 3 og alveg sama hvort að ég tek 2 kylfulengdir og er hérna, eða fer beint aftur, eða fer upp á teig og slæ aftur þar, að þá mun það vera 3. höggið. Og það er alveg eins, ég get líka verið búinn að slá 4. höggið mitt hingað, þá myndi 5. vera vítishöggið og síðan myndi ég slá 7. annarkvort hér, beint aftur eða á teignum. Þannig að maður er alltaf með þessa 3 valkosti, en maður mun alltaf þurfa að taka víti í þessum aðstæðum. Þannig að ég ætla bara að kanna þetta, það er fínt bara, ef maður ekki viss hvað hann er, að merkja staðinn, en maður getur tekið kylfu, eins og ég held að ég taki bara 1, 2, já, einhvers staðar, kannski bara beint aftur. Ég held að ég þurfa ekkert að fara lengra aftur en það. Þannig að þá þegar ég er búinn að velja með stað og þegar ég tek þetta víti 2 kylfulengdir, eða fer beint aftur, eða ef ég fer aftur á sama stað, að því gefni það sé ekki teigurinn, þá þarf ég alltaf að láta boltann falla. Ef ég er að fara að slá teighögg aftur, að það má ég náttúrulega tía hann upp út að ég er á teignum, en hér þá þarf ég að láta boltann falla, ég má ekki stilla honum upp. Í gamla daga, fyrir mörgum árum, að þá átti maður að láta boltann falla svona, beint fyrir aftan sig og láta hann falla þannig. Þegar að ég var að alast upp árum áður, þá setti maður höndina svona beint út í axlarhæð og lét hann falla svona. En nú er árið 2025 og nýjustu vísindi eða ég veit ekki hvort það var eitthvað pólitík sem að kom því í gegn að núna látum við boltann falla frá hnéhæð. Þannig að einhver er búinn að komast á því að það er langbesta leiðin til að leysa þessi vandamál. Það er að láta boltann falla hérna frá hnénu, þannig að við gerum það. Og þá er boltinn kominn í leik og ég get á slegið mitt 3. högg. Þannig að ég ætla nú bara að reyna að taka eitthvað öruggt. Þannig að ég fari alveg örugglega ekki í steinana. Það reynir bara að koma þessu hérna yfir og ég komur úr vandræðum og geti haldið áfram að leika leikinn. Nú, þetta er eitthvað sem maður getur gert alltaf þegar maður fer í eitthvað svona vandræði eins og grjót. Þetta er líka út í hrauni, ef maður fer að spila stóra völlinn, þá lendir maður oft í eitthvað svona ef maður slær út í hraun. Það er líka á sumum völlum, það er svo sem ekki hérna á Sveinkotsvelli. En sums staðar er vítasvæði, að þá er það rauðmerkt svæði sem er bara almennt erfitt að slá í, til dæmis þeir sem að keyra niður á æfingasvæði í Hraunkot eða labba niður eftir frístundabílinn, að þau munu sjá hjá 9. flötinni sem er á vinstri hönd þegar maður er að keyra að labba niður eftir, að það er tjörn.
þessi tjörn rauðmerkt og ef maður slær í miðja tjörnina, þá eins og þið getið ímyndað ykkur. Það erfitt að taka 2 kylfulengdir og vera á eitthvað betri stað, af því maður nú bara ennþá í tjörninni, ef maður sló í hana miðja. Þannig að þegar maður slær inn í svona vítasvæði, að þá rauður hringur í kringum svæðið, sem að merkir hvar svæðið byrjar, og þá það miðað við þann punkt sem maður fer inn í svæðið. Þannig að þar myndi maður taka 2 kylfulengdir beint aftur, eða maður getur líka alltaf endurtekið höggið. Það alltaf valmöguleiki, hvort sem maður slær í vítasvæði og eitthvað. Annað sem svona almennt í golfi, en ég vona að gerist ekki hérna á Sveinkotsvelli. Sveinkotsvöllur inn á miðri hvalerinni og vallarmörkin á Sveinkotsvelli sjórinn sem alla leið í kring. Þannig að það kannski ólíklegt að eitthvað slái út af öllum vellinum, en ef að það gerist, að þá eina sem maður getur gert að endurtaka höggið með víti. Að maður getur ekki tekið víti frá stað sem utan vallarins, þannig að þá þarf maður, ef maður slær fyrsta beint út af vellinum, þá þarf maður bara að slá 3. af teig. Það engin önnur lausn í því. Annars, nóg víti og vallarmörk og einhverja tjarnir, ég veit að þið eru miklu betra en það en að lenda í einhverjum svoleiðis vandræðum, en það bara gott að vita ef eitthvað kemur upp á hvernig hægt að leysa þessa hluti. Þannig að það nú ekki meira frá mér. Ég bara þakka fyrir mig og sjáumst.